Hallgrímur, þið tókst ekki að loka þessu í kvöld. Hvað varð eftir? Hvað klikkaði? Já, við komum, ég veit ekki hvernig ég eiginlega orða þetta, það kafli í þriðja leikluta þar sem þeir ná einhverju 12-14 stiga forystu og við vorum bara alltaf lengi í gang að bregðast við því sem þeir voru að gera. Við, já, það eiginlega það. Síðan komum við dálítið sterkir inn þegar fjórði leikluti hálfnaður og náum góða áhlaup á það og það var bara aðeins svo seint. Það gríðilega kaflaskiptur leikur. Það svona, fórystan að sveiflast milli liða og svona eins og varnarleikur dettur niður og sóknarleikur fyrir gangi á hinu liðinu og svona sitt á hvori hvað veldur. Það ekki bara gamla góða spennustíð. Menn ætla sér of, fara kannski 2 leiki fram í tíman í staðinn fyrir að hugsa bara núið, reyna að klára þetta og ég veit ekki það kaflaskiptur leikur, jú, við byrjum rosalega vel og eigum þarna gott áhlaup og förum einhvern veginn á afturhælana og þeir ná að jafna fyrir hálfleik, stemningi kemst öll þeirra megin. Það var satt ekkert paník í okkar herbúðum en þetta svona dró kannski aðeins stemni utan úr okkur, ég viðurkenni það alveg. Gríðarlega þáttur varnarleikur á Ara Gylfason. Ég sá að hann skoraði hann frekar lítið eða hvað, það Siggi Haf sem að lokaði frá hann? Já, Siggi þetta eftir hann það þetta liðið sáttaka síðan að stoppa það sem verður eftir því að það opnast alltaf mikið og ætlar að fara að taka bara límir einn mann og einn ákveðin einstakling. Þannig ég veit mér bæði Siggi Haffi flottur og Lalli og þeir sem voru að spila á Ara en maður þarf að vera helvíti mikið á tánum þegar það að spila svona hálfgerða box 1 maður og mannvörð. Þetta svona dálítið unorthodox vörn. Var það markmið hjá okkur að taka skotin frá honum og... Já, ég ætla ekkert að fara í einhverja pólitíska leik og segja nei, við spilum hann bara eins og hvern annan. Jú, við erum að reyna að taka það úr leiknum. Það tekur rosalega mikið frá þeim, en aftur á móti nú stígu allir hinnir strákarnir og ég bara hrósa FSU fyrir bara flottan karakter í kvöld fyrir mig að skilja hann eftir á miðvikudaginn. En þetta augljóslega mikill nágrannaslagur og það gríðarleg stemming á pöllunum og hiti í mönnum. Er þetta það sem verða ískalda kveður í Hveragerði næsta leikur? Já, það ekki. Þetta verður skemmtilegt. Það verður svo sem maður auðvitað svo involverað í leikinn, maður heyrir ekki hvað stúlkan að kýta eða stúkan þetta bara fjör.